Ég ákvað sem sagt að dulbúa mig sem Kínverja. Fara út meðal almennings og sjá hvaða viðtökur ég fengi. Viðtökurnar voru vægast sagt óhugnanlegar. Fólk hló að útliti mínu og kynþætti og fannst greinilega eitthvað sniðugt að ég væri frá fjarlægu landi og talaði framandi tungumál. Ennþá öskudagur hjá þér, góði minn? Dæmigert það. Takk. Er það eitthvað grín? Ég átti mjög erfitt með að trúa þessu. Ég ákvað að svara nokkrum atvinnuauglýsingum og sjá hvaða viðtökur ég fengi. Ég ákvað að skrá mig undir nafninu Ho Chi Ding Dong og fór í nokkur atvinnuviðtöl. Ho Chi Ding Dong, Ho Chi Ding Dong. Hvað nú þetta? Ding Dong. Hvað vantar þið? Ég var að vera að vinna. Er þetta nú eitthvað, er þetta eitthvað grín? Er þetta eitthvað sjónvarp? Eitthvað fyrir hérna... Ég heita Ho Chi Ding Dong, ekki grín. Ég kannast nú eitthvað við þig, síðust mér. Hérna... Míkrafónar og allt bara, hérna, já. Vil ekki bara fara og grínast einhver staðar, annar staðar? Er þú meiri múnd en enginn á þér, maður, ha? Jæja. Vil ekki bara... Þetta er nú helvíti fínt. Það er að vinna. Þú kynþáttahattur. Ha? Kynþáttahatari. Ég hef aldrei séð hann aðeins. Kynþáttahatari. Ha? Kynþáttahatari? Nei, er þetta ekki einhver brennbara? Er þetta ekki einhver fíflagangur? Þér finnst þetta kannski fyndið? Ha? Hvað er þetta? Það er kannski fyndið, það er fullt af asísku fólki sem er atvinnulaust hérna og... Þetta er grín. Er þetta ekki einhver... Ég er ekki þetta falin myndavél, það er nú alveg... Það var allt á sömu bókina lært. Alls staðar var ég hafður að háði og spotti. Mér leið mjög illa eftir þennan dag, fannst ég niðurlægður og gerður að allægi. Ef að þetta er sá raunveruleiki sem að við Íslendingar ætlum að bjóða útlendingum upp á, þá megum við allt eins búast við því að við förum að fá þetta sama viðmót á ferðum okkar erlendis. Þess vegna segi ég við ykkur kæru landar, látum ekki kynþátt og útlit fólks byrgja okkur sýn. Hættum kynþáttafordómunum.